í lofti plast og klætt neðan á með bárjárni. Þetta frá þeim tíma þegar leyfilegt var að nota plast eða var klætt yfir með klæningu í flokki 1 eða 2. Fjós eða lausagöngu fjós með mjaltagás. 47 kýr eru í fjósinu. Og hér sjáum við inn í útbyggingu þvert út úr aðalfjósinu. Þessi bygging yngri. Það engin brunavörun þarna, engin neðalýsing, engin slökkvibúnaður, ekkert slökkvivatn, en bóndinn spurði hvaða möguleikar væru í brunavörun. Eins og þið sjáum standa þarna á myndinni, eina rýmingarleiðin þessar dyr og þar lyftiurð. Það eina leiðin fyrir dýrin út. Hér komum við í fjárhús. Ég ferðaðist á milli landbúnaðarbyggingar, það lá við að ég væri orðinn bóndi bara þarna á tímabili. Hér sjáum við fjárhús 640 fermetra byggt 2007. Byggingarefni stálgrind, samloku einingar með brennanlegri einangrun. Hér svolítið mál að opna allar stíurnar. Þarna fjárhúsinu skipt niður í stíur. Það eru ca. 70 kindur í hverri stíu og þið sjáuð þarna klóna, rúllurnar eru teknar og settar inn í kassan þannig að þær éta heila rúllu þarna og þarna ég minna að vera 8 stígur í húsinu og þeir sem kunna reikna sjá að þetta eitthvað 500 pluss mínus sem getur verið í þessu húsi. Hér það engin þarna, eins og stendur í reglunum, ef það notað samloku einingar með brennanlegri einangrun, þá á að bruna hana bygginguna. Hérna var engin brunahönnun, engin neyðarlýsing, engin brunavörun, engin slökkvibúnaður, ekkert slökkvivatn nálægt. Lyftihurð sem sést á myndinni eini rýmingarleiðin. Í hinum enda hússins hesthús. Herbergi á efri hæð þar sem sofið meðan á sauðburði stendur. Það björgunarofn og stigi út úr herberginu, svona keðjustigi. Hérna hesthúsið. Það engin hólfur í húsinu og uppi til hægri sjáum við timburvegginn sem skilur herbergið, svefnherbergið frá hesthúsinu. Hér við komin í 640 fermetra lausagöngu fjós sem ætlað fyrir uppeldi. Húsið í rauninni í byggingu þó svo að búið sé að taka það í notkun. Bóndinn vissi ekki að fyrst þyrfti að fara fram lokaúttekt. Hér kveðum við nýjan tón í byggingarefni. Veggir eru steyptir nema endaveggir vegna mögulegra stækkunar. Þak steinullar samlokueiningar. Gerð var krafa í brunaslöngu og dyr með hliðarhengdri hurð út úr stíunum. Takið eftir hvað tilgang dyrnar hafa þegar búið að setja upp grindurnar. Það lokað gjörsamlega allri umferð af þessum dyrum. Hér engin neyðarlýsing, engin brunavörun, brunaslanga væntanleg, ekkert slökkvivatn. Eins og sést á næstu mynd gluggi í mæni með upprennanlegu plasti. Og þá höldum við áfram og erum komin hinum inn í fjósið. Þetta sama hús. Þarna sjáum við hvað ég að tala með þessa grindur. Þarna hurð út úr húsinu sem væri mjög æskileg, en þessar grindur hérna, þær loka allri umferð. Þær eru á lömum í þennan enda, en ef maður skoðar svakalega vel, þá sér maður að hérna bolti með ró. Ekki mjög aðgengilegt að opna í bruna. Hérna þá það fjósið enn. Hérna erum við í
fjósi sem byggt var 2016. Stærð hússins 820 fermetrar og byggt við eldra fjós og hlöðu sem var 400 fermetrar. Þetta samtals svona 1220 fermetrar. Húsið steypt, burðarvirki þaks límtré og klæðning íleiningar með brennalegri einangrun. Og íleiningar, það er ákveðin tegund af einingum sem heitir íleiningar. Margir vilja kalla allar samlokueiningar með brennalegu plasti íleiningar, en þetta frá íleiningum og hlúðum og þeir hafa eftir sem ég best veit vottun á sínu efni. En mænisgluggi sem getur virkað sem regljósun. Rýmingarleiðir eru óvenju góðar þarna, komum betur á því á eftir. Útljós yfir 2 dyrum. Húsið var ekki brunahannað þrátt fyrir efni í þakinu. Slökkvibúnaður óuppsettur, verið að skoða brunaviðvörun, reyksókskerfi. Heildarbyggingarkostnaður með tæknibúnaði og eigin vinnu eiganda rétt tæpar 100 milljónir. Við erum ekki komið með nýja mynd þarna. Þarna erum við hinum megin í fjósinu. Þetta legubásafjós hérna megin, en hinum megin þar sem við vorum, það uppeldi fyrir naut. Fjósið lausagöngufjós með legubásum. Í fjósinu núna, þarna eru 70 kýr. Hey tekið inn í fóðurganginn til vinstri á myndi, þennan fóðurgang hérna. Og það eini staðurinn þar sem unnið með hey. Ekki var lögð fram teikning af raflögnum við byggingu þessa hús og eins og sést lýsing mjög einhæf. Þarna var rafvirkjameistarinn látinn að hanna raflagnirnar og hérna ein röð af ljósum hérna við hliðina á glugganum. Þetta mjög flott hús, en þarna finnst mér algjör. Og samkvæmt reglum lýsingu í svona húsum, það ákveðnar lýsingar sem eiga að vera á daginn, það ákveðnar lýsingar sem eiga að vera á nóttunni. Þarna ég handvissum mjög erfitt að framfylgja því. Þarna sjáum við eina útgönguleiðina, það útljós yfir. Þeir segja mér bændur að það þýði ekkert að hafa hurð öðru sem hafa grind innan við því að skepnurnar eyðileggja hurðirnar öðrum kosti. Þessi hurð mjög auðopnanleg og allar læsingar í þessu fjósi eru mjög skemmtilegar. Þetta með því flottara sem ég séð. Og hérna sjáum við á þessari mynd, hérna gert ráð fyrir því að opna lítið hlið á grindinni. Það mjög auðopnar, bara að taka í þetta, þá opnast grindin og hún opnast þannig að greipið komast í gegn. Eini gallinn að ég held að væri ekki búin að svona litla hurðir. Hún 70 cm ljósmálið. Og í reglugerðum dýr að þá á hún að vera miklu meira. Hérna hin leiðin og það grind innan við það. Svo tók ég þessa mynd, ég gat ekki stillt mig því að þessi mynd tekin svona upp á grín. Hér draumur fjósamannsins, róbót sem keyrir sjálfvirkt og mokar niður skítnum. Enda voru kýrnar áberandi hreinar í þessu fjósi. Og hann sagði mér síðan bóndinn að það væri að koma á markað mun stærri róbótar sem geta verið sér að fara inn í básafjós og moka flórin. Ég hræddur manni hefði þótt það gott hérna í gamla daga. Það geta bara setið og horft á róbótinn moka. Svo að endingu ætla ég að setja þessu. Þarna myndir sem ég tók úr blöðum, Stærri Árskógur 16. nóvember 2007, Vestra Fíflholt 2. október 2008 og Fagrahlíð í Jökulsárhlíð í nóvember 2016. Þetta viljum við ekki sjá og mér finnst að við höfum engan rétt til að loka dýr inni í svona húsum.
Takk fyrir mig.